byrja á því að bjóða okkur velkomin og þetta kvöld markar upphaf af menningarmánuðum október árið 2012, þeim þriðja í röðinni og það búið að tína saman nokkra liði, skemmtilega liði. Við förum yfir þá hverju kvöldi svona létt til þess að vekja áhuga fólks á því sem við erum að gera og þetta byrjar auðvitað með þessu kvöldi í kvöld hér. Hann kynni sig að mestu leyti sjálft og Sigurður mun fara hér yfir það ekki. Ég vil biðja alla að slökkva á farsímum eða setja silent á það eða hljóðastillingu. Þannig að trufli nú ekki hérna á eftir því hér fólk á ýmsu aldurspili og með mismunandi miklu reynslu til að takast á við óvæntan hávaða. En ég vil bara minna ykkur á það að núna strax helgina, strax á morgun, að þá hefja sýningar á bíómyndinni Hreyfum hjarta í bíóinu hérna okkar, Sambíóhúsi. Það sem að myndefnið og umtalsefnið í þeirri mynd séra Kristinn Ágúst Friðþjónsson og hún verður sýnd hér í 3 daga fram á sunnudagskvöld og hvetjum við til að fara og kynna ykkur það. Síðan á Eyrarbakka í næstu viku erum við með Októberfest. Það auðvitað fín aðgangur, síðan eru styrkta tónleikar á Stokkseyri og síðan afmælishátíð barnaskólans á Eyrarbakka Stokkseyri, elsta barnaskóla landsins. Og sunnudaginn 28. október Byggðarholtsfjör og þar verður enginn svikinn sem mætir. Þar mikil stemning og gleði og að hætti þeirra Byggðarholtsmanna og kvenna. Það mikil hlátur, grín og gaman. Ég held að verði sett upp líki hljómsveitar Gissur og Giss og ýmsir af Byggðarholtslegnum munu þarna koma. Og eins og þið þekkið þá Hera Björk Þórhallsdóttir stórsöngkona af þessum legg og Gissur Páll Gissurason og ýmsir fleiri. Þetta verður stemning og endar svo hjá okkur mánuðurinn með pólsku menningardegi í Tryggvaskála 3. nóvember. En ég ætla ekki að orðlengja þetta, þetta bjóða okkur bara hjartanlega velkomin og óskum ykkur góðra skemmtunar hér í kvöld. Ég sannfærður að hér mun verða gaman og bið Sigurð dýralæknum að taka við. Ég nefndi þetta við hann fyrir margt löngu og hann sagði að ef hann ekki við dýralækningar eða eftirlit norður í hvað var það, Þingeyjarsýslum og þá væri þetta möguleiki og þetta orðið að staðreynd. Gjörðu svo vel og góða skemmtun. Já, gott kvöld og velkomin hingað til árgala kvölds, árgali 2 ára félag bæðarmanna á Suðurlandi. Félagarnir eru 90 og þeir eru búsettir frá Austur-Eyjafjöllum og vestur á Mýrar. Takk til menningarnefndar Árborgar fyrir að fá okkur til að koma hér fram og rífa okkur upp í það að æfa, því að við erum nú svona hálf hrá ennþá. En við vonumst til þess að það verði einhver skemmtun að þessu og þið svona fáið áhuga á þessu. Og fundir eru í þessu félagi annan mánudag í hverjum mánuði yfir veturinn. Og þar æfum við stemmur, æfum venjulega 3 nýjar stemmur á hverjum fundi en hefum lítið sinnt öðrum hlutum til að byrja með meðan við erum að koma okkur á stað til að kveða. Við styðjumst við Silfurplötur Iðunnar, það svona meistaraverk sem að Kveðmannafélagið Iðunn, sem eiginlega móðurfélag okkar, gaf út fyrir bráðum 10 árum, held ég. Og þar eru 200 stemmur og við byggjum á henni og æfum 3 nýjar stemmur, bara tökum við rétt í röð, byrjum á nr. 1 og við erum komin yfir 50 stemmur sem að flestir okkar félaga eru nokkuð flinkir í að fara með hvað sem er. Nú til þess að skemmta ykkur að þá höfum við fengið hingað börn úr Árborg á leikskólaaldri og eldri og svo bæðamenn alveg upp í ellilaunaþega, eftirlaunaþega. Það eru nokkur börn 5 ára börn hérna og 6 ára og 7 ára og svo er ungur bæðamenn 10 vetra sem að það kveða fyrir okkur og fyrst kveður fyrir okkur gestakvæða fólk á Iðunni. Það er móðir með 2 dætur sínar
Þær eru 6 og 4 ára og svo kveðum við nú vísur til félagsins okkar á eftir. En við byrjum á því að fá hann Birgi Hartmannsson til að koma hér og spila lag svo við getum tekið lagið saman því að það stillir saman hugana. Allir eitt að kunna Hani krummi hundur svín og minnstu kosti lærðum við þetta þegar við vorum ung og krakkarnir kunnaðu sjálfsagt en þann við erum tilvíslega kennt það í dag í leikskólanum. Hani krummi hundur svín. Já, við syngjum þetta saman. Allir taka undir þessi leik. Hani krummi hundur svín, hestur músir, syngur, garðar, klunkar, gestir, hýngur, ekkert týtti syngur. Verður eftir víst að fá, vísugafli hjartur, aldrei hefur fallið frá hrætt, kynari gartur og svo aftur Hani krummi hundur svín. Hvernig er lagið byrjað? Hani krummi hundur. Hani krummi hundur svín, hestur músir, syngur, garðar, klunkar, gestir, hýngur, ekkert týtti syngur. Verður eftir víst að fá, vísugafli hjartur, aldrei hefur fallið frá frækilegri gartur. Hani krummi hundur svín, hestur músir, syngur, garðar, klunkar, gestir, hýngur, ekkert týtti syngur. Og það voru það takk fyrir. Við séum eftir lokum takk fyrir okkur. Og nú er það fyrst hún Rósa Jóhannesdóttir frá Feðmannafélaginu Iðunni og dætur hennar tvær, Iðun Helga og Greta Petrína, eða Petrína Greta, ég var að skilja þetta. Gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Þetta er óvanalegt að svo ung börn kveði, en þetta er að koma hjá okkur og við erum að reyna að styrkja börnin okkar hér í og ætlum að gera meira því þetta við erum hefur. Rósa, þjóðsvæðin. Þú hefur orðið og þú kynnir. Já, þetta eru Iðun Helga og Greta Petrína, þetta er rétt hjá þér. Það er alltaf að flytja vísur eftir pabba þeirra. Pabbi þeirra heitir Helgi Símsen. Hann á heiðurinn af þessum vísum. Og stelpunum líka. Já, og hérna, það er sem sagt búið að rigna mikið í haust og þetta var samið í því tilefni. Hvar vil ég standa þér? Grænir skýin gráir, gula vatn í rennu, glugga vilna vota mig, varla út á nennu. Allskyns dót og ágæti, á og dútt og bansa, ekkert skrítið ef ég vil, inni Ragni Hamsa. Meðan gegn mót gátaski, gaman finnst mér inni, glæs ég á við hopp og í, með henni systur minni. Þetta var glæsilegt. Það er ekki margar mömmur sem getur státað að þessu en þá. Það var tvær kvæðakonur, tiltækar. Og Rósa er hérna formaður í kvæðalaganefnd Iðunnar. Rímlalaganefnd, já. Já. Já, kvæðalaganefnd. Árgali hefur fengið fallegt nafn, Árgali, og
ég valdi stemmu sem er líka hljómfögur og kannski lýsir nafninu Árgala bara ágætlega. En vísurnar gerði pabbi stelpnanna aftur, hann heitir Helgi Simsen, Árgala til heiðurs. Og stemman sjálf, hún er úr Borgarfirði, kennd við Höskuld Eyjólfsson sem var 100 ára, hann dó 1993. Og þetta bara er hressileg stemma og hressulegar vísur til ykkar, Árgala. Kynslóðanna byggist brú, bragur má tímann flæða. Árgali nú eflir trú á afdrif vorra gömlu kvæða. Kvæða hefð á stuðlum sterk, staðið hefur vegi farna. Það er mesta þarfaverk að þjálfa eyru landsins barna. Berð á dyr við braggsins fund, bak við þær mun gleði mikil. Árgali á óðar stund, opnar skrá með réttan lykil. Í formann vísnarnefndar Ragnar Böðvarsson sem líka félagi í Iðunni. Nú, næst það börnin úr Árborg. Komiði nú sem ætlið að kveða með okkur upp í háa hafðinum, öll hérna og ræði ykkur í þáttum sveik hérna. Komiði bara alveg ykkur. Og við kveðum fyrst hérna upp í háa hafðinum við 50 tonna. Og Guðjón hann byrjar á því að við kveðum öll saman fyrst upp í háa hafðinum í hlutukona. Og síðan kemur svo kveður Birna næst, grávísur og svo kveður allt saman aftur. Og svo koma aðra vísur og þá byrjar Guðjón, svo taka Kristína þessi og svo tökum við öll. Nú. Við háa hamrinum býr huldukona, það veit enginn Íslendingur, annar en ég hún syngur. Eitt sem hvarf hann ekkillinn frá Álfahamri, það var ekki allt með felldu, eftir því sem sumir héldu. Leitað var hans út með á og upp við hamra, en allir höfðu rösina og ekki limma hvergi finna. Löngu seinna sauð maður sagðist hafa heyrt hann glöggt á hljóðri vöku, í hamrinum kveða þessar stökur. Og svo syngja allir krakkarnir þessa stöku sem að hann hýrði inn í hamrinum, upp í háanum. Í háa hamrinum býr huldukona, það veit enginn Íslendingur, annar en ég hver veg hún syngur. Þetta ætlum við að kveða þrjár vísur. Það afi minn frá hann Rauð og það Guðjón sem að gengur fram að mikrofóninum. Og næst koma systkinin frá Laugalandi í Holtum
og kveða þá næstu sem fljúga hvítu firðinn og svo kveða öll Sigga litla systir. Afi minn fór á rauð. Afi minn fór á rauði, og svo rópa ég sækja bæði sigur og brauð, sitt á hvoru tagi. Nú komum þið hérna og kveðið hérna fljúga hvítu firðinn. Fljúga hvítu fiðrildin fyrir utan gluggann, þarna siglir einhver inn í ofurlítil glugga. Og svo kveðum við öll saman Sigga litla systir mín. Sigga litla systir mín situr út í götur, segja ána sín í ofurlitla fötu. Takk, takk. Næst á dagskránni kvæðakona ofan úr Biskupstungum. Ef hún hefur komið hingað. Það hún Heiða, Kristín Heiða Kristinsdóttir, Austurlíð, blaðamaður Morgunblaðsins, hún verður að kveða hérna fyrir okkur einhvern sjálfvalið. Eina stemmu, eina vísu. Gott kvöld. Ég ætla að kveða hérna 3 vísur úr breiðfirðingavísum sem hún Ólína Andrésdóttir orti. Veitum þetta ekki alveg hvað þessi stemma heitir? Veist þú það? Þetta er heiðurstaðan. En ég veit ekki hvað hún Já. Gyllir sjóinn sunnarík, sveipast róum Faxavík, Esjan glóir gulli lík, gleði bjó mér fegurð slík. Samt ég allra svásast finn, sólar fall við jökulinn, vermist mjallar vanginn þinn, vestur fjalla kóngurinn. Munu enn í æskuslóð, afbragðsmenn og tignarfljóð, í sem rennur breiðfyrst blóð, brim í senn og ástarglóð. Þetta var kveðið með mikilli tilfinningu. Kunningi okkar og stórmeistari, formaður í okkar félagi Árgala, hann gat því miður ekki verið með okkur í kvöld. Það var slys eða dauðsfall í fjölskyldunni, en hann sagði mér, og hann kemur nú fram hérna seinna hjá okkur, hann sagði mér það þegar ég hleð fyrst og kveð svo í Grænlandi, að þá sé ég það þegar grænlensku kettlingarnar, þegar þeim vöknar augun, þá ég á réttri leið. Og eins það, ég viss það, ef að Heiða færi til Grænlands, þá myndu grænlensku kallarnir gráta. Jæja, þá það kvæða lagahópurinn okkar. Komið þið hér upp á svið. Við ætlum að kveða hérna 4 stemmur. Jú, herru, það reyndar eitt ennþá, fyrirgefið þið mér. Hann Þórður, sem nú frægkomdu Þórður Brynjarsson, komdu hér því að þú ert nú frægur bara fyrir það að kveða áður en þú varst farin að lesa. Og lærði það af Steindór Andersen, er ekki rétt, í útvarpinu.
Hann ætlar að kveða fyrir okkur hann Þórður. Hann á heima austur á Mýrum og hann sækir fundi hér ekki lakar en aðrir. Hann kemur hérna yfirleitt á hvern fund og heima lengst austur á Mýrum og hann ætlar að segja okkur hvernig á að hverju á huga þegar menn að velja hest. Gæðing, Þórður. Þetta fyrstu hann verður 11 ára á morgun, nei eftir 2 daga. Þú með þetta. Byrjar þú þar sem að þú vilt vera í tóninu því að það er alveg sama hvernig ég flauta fyrir því þú kveður alltaf við þín eigin lagi. Ef þú selja meinar mér makka skeljum góðan kosti. Heyrðu ekki í þessu? Ef þú selja meinar mér makka skeljum góðan kosti telja hlýt hér, hann svo velja takist mér. Álits fríður framþrekinn fjörs með stríðu kappi fimur þýður fótheppinn fetatíður ganglæginn. Makkan svegi manns í fang bunnað eigin bringu skörpum flegi skeiðs á gang. Skrokkinn tegi fronsum vang. Hólinn hraustur grjót og grund grípi laust með fótum vaðið hraustur ekrund eins og flaustur taki sund. Stutt með bak og breitt að sjá brúnir svakalegar augu vakin eyru smá einatt rakin til og frá. Enga hræðist undra sjón af þó slæðast kunni viss að þræða vegum frón vænn á hæð og frá sem ljón. Leggja nettur liðasver lag sér rétt á hófum harður sléttur kúktur hver kjóstu þetta handa mér. Glæsilegt. Nú vita menn að hverju þeir eiga huga þegar þeir kaupa hest. En nú kemur kvæðalega hópurinn okkar sem eru hérna, ég veit nú að það hvað eru mörg, þau eru kannski 12-14, gjörðu svo vel, komið hér upp á svið. Og Elín Gunnlaugsdóttir, hún svona stýrir hópnum. Allir komnir. Fyrsta stemman sem við kveðum Tíminn ryður fram sér fast textinn eftir Jónas frá Torfmýri, Jónasson frá Syðri Hótölum og stemman kennd eftir Svanborgu Lýsdóttur á Keldum sem var amma mín. Tíminn ryður fram sér fast. Lausir
þessar vísur eftir Sveinbjörn Björnsson frá Narfakoti á Vatnsleysuströnd, Hringhendan, en stemman er kennd við Höskuld Eyjólfsson á Hofstöðum í Hálsasveit. Andans þvinga flugi frá. Andans þvinga flugi frá, þess sem þingir muna ljóða gengi læt svo leika hringhenduna. Hún á stungið háttamál, hljómsveit þungar gátur, armi þungin hvert sem stá, ný sem bar skrátur. Hún ber sálar heimi frá, heflan máli göfur, dragan háru vísum á, unast hjá og skemmtir hlýjandi hljóms á vendingunum, hún fer endur rómandi eftir hendingunum. Næst er það úr Númarímum, 8. rímu, eftir Sigur Breiðfjörð, stemman er úr Breiðafirði, le á þrygnum brandi brá. Brandi brá, byrstist lundin honum, Númar rifnar röndin þá, rétt hjá mundrið honum. Númið hefur ljómað þá, lensum ótt í sveigi, blaki kemur bringur á, en lítur hótið sem rotnar ljóns á klómla í vendi stríða, hjálpa þrótta handa tóm, hetjan sendur fríða. Leóríða verður við, lígur höggið bráða, númið við mittum grið, nam á sökkinn ráða. Síðasta stemman okkar í þessari lotu er Bærinn minn, man ég bjarta bæinn minn frá bernsku dögum. Textinn er eftir Stein Sigurðsson sem var bóndi á Fagurhóli í Landeyjum, föðurbróðir Sigurðar prests í Holti undir Eyjafjöllum, en hann fluttist til Vestmannaeyja þegar hann eldist, hann stytt þessi, og kveður hér minningar sínar frá bænum sínum heima í Fagurhóli í Landeyjum. Man ég bjarta bæinn minn frá bernsku dögum, þar sem rjárið söng af sögum, sónar galdri rimna lögum. Pabbi sjálfur sat þar oft við sagnalestur, róttur kvæða þótti mestur, þegar skemmti nætur okkur bræðrum vilja gafst sem öðrum þjónum, löngum veita prjónum, lagði mamma hönd að skónum.
takk fyrir, þá fyrsti hálfleikur búinn. Næst verða svo 4 stemmur, nema við verðum sleppið upp, þá verður það 5. Nú svo til að næstur átti að verða dagskrá Guðjón Kristinsson. Hann ætlaði að segja okkur frá dvöl sinni í Grænlandi, en hann verður að gera það seinna sem sagt. Hann gat því meir ekki komið og bað fyrir innilegar kveðjur sínar hingað. Svo veit ég ekki hvort að galdrakona sem fylgdi honum þar hér stödd, Björk, og ætlaði að fara með indjána stemmur. Engin Björk. Þá það, þau öllu reyndar að tengja saman flutning sinn vegna vesturfaranna, hún Björk og hann Guðjón. Þannig að það bara hlutur sem við eigum eftir og flytjum seinna. En þá það Hjördís Ásgeirsdóttir, ert þú hér? Ekki. Þá ef ekki svo, að þá fórnin laus fyrir þá sem vilja botna fyrripartinn. Og fyrriparturinn var svona: hér mun verða kátt í kvöld, kvæða menn sig þenja. Nú líka geta menn komið hérna með frumsamdarvísur eða sagt eitthvað viturlegt eða lýlegt eða hvort veikja, en þeir fá ekki með 1 mínútu til þess. Tóknin laus í bílinn. Ágæta samkoma. Ég sá nú fyrirpartin í dagskránni í dag og þá má ég segja að þetta vinnusauka vísa. Það vinnusauka botn. Því ég var á Hraunum í dag, á Litla Hrauni, í vinnu og gerði botninn. Ég var búinn að skoða það svona. Þannig að þetta vinnusauka botn og trúlega verði settur inn fyrir þetta og verð þar þá hinum með annan með vinum mínum. En já, Litla Hraunsbotninn svona. Já, það var þetta í heild sinni. Hérna verður kátt í kvöld, kvæða menn sig þenja, leikir slíkir ár og öld, ágæt svo venja. Takk fyrir. Áfram laus hérna uppi, tóninn. Ágæta samkoma. Ég stundaði nú ekki vinnusveik, held ég, í dag. Lagt í höfuðið, setti saman hér líklega á blaði fyrir meðan hérna. Það hafa þetta í heldina eins og hérna verður kátt í kvöld, kvæða menn sig þenja, ef ekki verður flóðafjöld, þá fer ég strax að grenja. Já, góða kvöldi. Ég myndaðist nú við að
eða allavega gerði ég tilraun og mér fannst þetta nú svolítið þröngt. Það ekki mörg rímorð sem að ríma á móti þessu, en fyrri parturinn var hérna verður kátt í kvöld, hvæða menn sig þenja. Má þá heyra meja fjöld, mjög af hlátri grenja. Þá var ég að segja ykkur svona sögu. Það voru 2 Jóhannesar sem áttu heima sinn fóru megin við Öxnadalsheiði. Annar átti heima á Engimýri í Öxnadal og hinn Jóhannesinn átti heima á Þorleifsstöðum í Þverárhlíð, hérna Blönduhlíð. Þeir höfðu þann sið, þessir vinir, að hittast á Jónsmessu og heimsóttu hvor annan til skiptis. En það endaði venjulega með því að þegar gesturinn og gestgjafinn voru búnir að fá nóg, þá ákváðu þeir að kveðjast en gestgjafinn fylgdi gestinum heim til sín. Og þá var eitthvað eftir í kút þar. Svo þeir settust við og skemmtu sér og fóru með vísur og drukku og svo fylgdi gesturinn sem hafði verið í fyrra skiptið gestgjafanum heim til sín og svona heldur áfram tvisvar sinnum og svo þegar ég fór í 3. sinn yfir Öxnadalsheiði að þá sagði Jóhannes á Engimýri: Við hér enda verðum grín, vegir skilja að sinni, haltu á vinur heim til þín hjartans kveðju minni. Þetta er afskaplega hlýleg kveðjuvísa finnst mér. Við hér enda verðum grín, vegir skilja að sinni, haltu á vinur heim til þín hjartans kveðju minni. Og nú ætlum ég að kenna ykkur stemmu við þessar vísu. Og stemmu sem að þið lærið náttúrulega og farið með heim og kennið barnabörnum og barnabörnum kannski og hjálpið okkur þannig að varðveita þennan gamla fjársjóð sem að við vorum nú öll hérna svikin hérna í gamla daga og þeir sem að voru að burðast við að kveða að þeir voru taldir skrýtnir og þegar ríkisútvarpið byrjaði útsendingar 1930 þá var Kveðjamannafélagið Iðunn nýstofnuð, það var stofnað í september 1929 að þá hrukku menn í kút þegar þeir heyrðu þessa kvæðamenn því að útvarpsmenn þeir fengu kvæðamenn en það var ágætis efni til að flytja í útvarpinu og það voru byrjuðu hringingar inn í útvarpið og útvarpsmennirnir og stjórarnir voru beðnir að þagga niður í þessum mönnum. Því að það gæti velskjað að útlendingar heyrðu þetta og myndu halda að hér væru tómir skrælingjar. En stemman er svona. Við hér enda verðum grín, vegir skilja að sinni, haltu á vinur heim til þín. Hjartans kveðju minni. Nú takið þið undir svona, ég ætla að fara með þetta svona 2-3 sinnum þangað til þið eru búin að læra hana. Og svo tökum við henni í lokin og tökum hann þá á fullum krafti. Takið undir þið sem að kunni þetta og svo smátt og smátt bætist í hópin sem að læra þetta. Við hér enda verðum grín, vegir skilja að sinni, haltu á vinur heim til þín, hjartans kveðju minni. Þetta er að koma, ennþá einu sinni. Við hér enda verðum grín, vegir
skilja sinni, haltu á vinur heim til þín. Hjartans kveðjum inni. Læriði nú þessa vísu og bara slettiði þessu á næsta gest sem þið fáið. Jæja, heyrðum, þá fer nú bara að koma að því líklega við komum upp öðru sinni hérna kvæðalega hópurinn og ætlum að kveða nokkra stemmur í viðbót. Það er að detta þarna út nokkur atriði. Já. Botnin er laus, orðið er laust fyrir þá sem að vilja koma hérna og segja eitthvað skemmtilegt. Það er hérna Sigurður? Já. Framar hérna? Já. Ég var spurt til ég ekki kannski. Og Þuríður, komdu hérna, gjörðu svo vel. Þetta er hérna, Þuríður, hún er hérna, hún er í kveðmannfélaginu Iðunni, en hún er nú eiginlega hálfgerð gúttudóttur okkar því að hún hefur sótt fundi hjá okkur alveg hiklaust, gjörðu svo vel. það sé þetta heitt. Nei, þú ert ekki sjótt að láta því að hérna. Já, sæl og blessuð, ég heiti Þuríður og er í Iðunni. Ég er búin að vera þar lengi og aldrei geta lært eiginlega nokkra einustu vísu. En ég hef þó búin að vera að æfa nokkrar, eitt svona smá bálk í örugglega 10 ár. Þannig ég ætla kannski að fara með hann ef ég man hann, það sé ég man. Það er vísa eftir Stefán Má Baldursson og ég ætla að nota stemmu sem að kemur frá Langey í Breiðafirði eftir, hvað heit hann? Nei, það nú man ég ekki, ég myndi á það. En Eggert Gíslason, eða ekki, í Langey, já. Stemman kemur frá honum, en er líklegast enn eldri heldur en hann, Þetta er vísur bónda sem að borðar allt sem að kjafti kemur. Mórán var mögnuð margt í lista kunni, hangið þótti hennar lær, nossi okkar munni. Skjöldu þótti grasi gott, gaf oss mjólk í könnu, ég lét hennar upp í pott, hitt fór allt á pönnu. Gráni minn var gæðaklár, gekk blómgahaga, þjónaði mér í 18 ár, endaði niður í maga. Nú er kisa næstum dauð, nú er undirlæða, reykt sem álegg og ná brauð, hún kosta fæða. Hundinn minn ég hefi mist, hann var nefndur Lappi, austurlenska eldhúslist, æði ég nú af kappi. Griðkona mín Gudda hét, gikt varð hennar bana, vordag einn hún lífið lét, leiður át ég hann. Víst ég átti vinnumann, var hann býsna langur, upp á fjallana ætíð rann, ég gerðist svangur. Örlög bóndans eru ljót, öll með sama sniði, hrá
þessar sveiflur í röddinni sem að menn þekktu hér í gamla daga, í kvæðamönnum. Þessi vísur reyndar ekki eftir Eggerti Lange, heldur eftir ungan mann sem að hennar orðin úr Aðaldal og heitir Þórarinn Baldursson. Ég þekki hennar mann og hann gerði þessa vísur vin sinn Eyfirskan sem að át allt sem að kemst í kon. Og þess vegna fekk hann þetta hjá honum. En Eggert gerði nú margt skemmtilegt líka. Af því það nú svona datt út svolítið, þá datt mér í hugvart að hún Ólöf mín kem ekki hérna og kvæði með mér drykkjuvísur. Það nokkuð slæmt að vera með svoleiðislaga? Eða flöskuvísur, það kannski ekki við hæfi í svona húsi? Svona hús voru í Landeyjunum kallaður Templarinn í gamla daga. Þú til í það, Ólöf? Hún hlaupinn brott? Kaffi, það var nú alltaf hægt að bjóða drykkjuvísur. Þetta ekki drykkjuvísur, þetta þá flöskuvísur bara. Laskan fjála léttir lætur tálið vína við hana rjála væna stund vermir sálu mína. Laskan svarta þægir til þakinn skarti fínu geisla bjarta gleði og íl gefur hjarta mínu. Þetta var 300 röddumur. 5 önd. Meðan, já. Laskan. Meðan flaskan fellir tár. Laskan meðan fellir tár fígast ekki í taki 50 og 5 þó ár felist mér að baki. Þetta voru enda öfug 5 önd. Og öfug 5 önd voru þá svona. Þegar sál nægtir dýrra veiga, þá undir glasa glaum, guðdómlegt að teyga. Takk. Og þá var það kærlega hópurinn aftur, gjörðu svo vel. Kom hér upp á svið. Það settu 4 stemmur í minnsta vegi. Og fyrsta stemma sem við kveðum, hún við vísur eftir Sigurð Breiðfjörð úr Rifgirðingum á Breiðafirði. Og stemman hún eftir, eða kennd við Árna Árnason, Gersemi sem kallaði var því hann var svo skemmtilegur. En honum hætti til að fá sér fullmikið í staupinu. Og þegar hann var búinn að fá sér í staupinu og farin að finna svolítið á sér, þá fór hann allt öðruvísi með stemmuna. Og við ætlum að leyfa ykkur að heyra hvernig það var á eftir. Fyrst sýndi var það bara svona normal. Fyrst er það bara normal. Já, fyrst er það normalt. Já, það er Sigurður Breiðfjörð sem sagt og Árni Árnason Gersemi. Svefnin býr á augum ungum, þau þó felist frá. Rauður vír á vanga bungum, vefur og snýr sig kringum þá. Í litlu ljósum lögum, rauður draumar æða blá. Líkir hryklar
Þorsteinsson á Arnarvatni. Var það ekki þegar hann var búinn að fá sér stöð? Jú. Það verður nú nægilegt að gleyma því. Og þá er þeir tilbúin að syngja fyrstu vísuna eins og hann gerði hann Árni Árnason Gjertsemi. Hann fór á milli og skemmti á bæjum hér á síðustu öld. Svefnir býr á augum hungrum, þau lík og ferins frá. Rauður lík á vangabungum, veg og snýr sig kringum á. Tilraun hjá mér til að sleppa við að vera með drykkjulæti hér. Þá kemur hérna sem sagt vísur eftir Jón Þorsteinsson frá Arnarvatni og hlustiði vel á textan. Því í honum er ýmislegt sem ekki er kannski rétt að láta heyrast nú á lögum. Utan leikhúsa. Og stemman er kennd við Eyjólf Jóhannesson í Sveinatungu. Það er nú með þess stemmur eins og Íslendingasögurnar að menn vita ekki almennilega hver hefur gert þeim nema sumar þeirra einstaka. Þeir eru svona þjóðvísur eiginlega. Sem Jón Þorsteinsson Arnarvatni, ég er fár sem fisk í bar. Ég er fár sem fiskið bar föl og sár er myndin þurr er báran vakkusar. Blessuð táralindin. Líttu á bjóstru holtin mín, hrópaðu náðar fyrstur, breiddur úr vatni brennivín. Blessaður Jesús Kristur. Hárleg eru faðmlög þín, fjötur minna vona, hjartans lepju nóttin mín. Íslunni ekki svona. Ef hann fer í austanbil yfir hús og grundir, þá er sárra skömminni til að sýta vestan undir. Jæja, þá er það á ferð til Breiðafjarðar vorið 1922, alltaf Jóni Bergmann frá Krókstöðum í Miðfirði og stemman er kennd við Jakob Bjarnason frá Holtastöðum í Langadal, hugan seiða svalli frá. Hugan seiða svalli frá, sundin heiði og skarðin vona leið er valin þá. Vestur Breiðafjörðin. Allt er borið burtu grón, bæjarskóg
þetta. Og stemman, hún svokallað Siglufjarðarlag. Höggið brýtur handlegginn, það lýsir þeim atburði þegar Gunnar barðist við fóstbræður og náði atgirnum sem hann var frægur fyrir. Ég gæti söng og
Við ætlum að taka hérna bardaga vísu þá. Það af Gunnar á Hlíðarenda þegar hann var að höggva Hallgrím og að Arngeirinn hraut niður og hann náði í hann og lagði Hallgrím í gegn því að það hefði verið mælt svo á að það ynni ekkert á Hallgrími nema hans eigin atgeir. Og þannig fór Gunnar að því að vinna hann. Höggið brýtur handlegginn og það númer 21 í silfurplötunum, við styðjumst við silfurplöturnar, bókina, sem að hérna svona meistarverkengilega þessi bók, hún bæði kennslubók og í kvæðalögum og vísnagerð og enn hægt að kaupa eintök af henni. Það kostar ennþá svo ég viti 12.000 krónur hérna þessi bók. En það var hækkan upp í 20.000 bráðlega, það eru örfá eintök eftir. Þetta eins og bruna Uppsala. Jæja, Höggi brýtur handlegginn eftir Sigurð Breiðfjörð og stemma það Siglufjarðarlag. Höggi brýtur handlegginn og þá bítur eigin rauðum hvítan ennið við. Niður hlýtur Arngeirinn, Gunnar þrífur hann og hjó. Hallgrím allan gegnum út að lífi unginn skjó. Í eitt gráan. Eitt kallt alltaf. Hvernig býr á augum ungum, úr Núma rímu, 4. rímu, númer 1922. Sigurður Breiðfjörð og Hraunfirðingum og Árni Árnason Gersemi og Laxárdal í Húnavatnssýslu. Í Húnavatnssýslu voru mestir kvæðamenn
og lengst stunduð þessi gamla íþrótt að kveða. Svennin býr á augum ungum, þau dýr og felist frá. Rauður víg á vangabungum, þegar og snýr sig kringum þá. Sigin víg glær rósum rörum, rauðu taumar æða blá. Litir spegla létt á vörum, og vaga drauma brosin smá. Andinn hlýr sem ilminn nýta, óspart lénar lítum sinn. Yfir líf og brjóstið hvíta, í ungur femur og dregur inn. Húðin skæra hönd og fótinn, hægt í kringum vafinn síðan lægir líða mótin, litla hringi marka sér. Ég taka vísuna, kveðjuvísuna og vera öll hérna og kveða hana með ykkur sem að kunni hana nú alveg eitt í salnum. Við hér enda verðum grín, það voru Jóhannesarnir, Jóhannes á Engimýr og Jóhannes á Þorleifsstöðum í Blönduhlíð sem að saga er frá, og Jóhannes á Engimýr hann gerði þessa vísu þegar þeir voru að kveðjast þarna í 3. sinn á leiðinni yfir heiðina. Við hér enda verðum grín, eigir skilja sinni, allt á vinur heim til þín. Hjartans kveðju minni. Tökum hana aftur, og þið kunnið hana örugglega þegar heim kemur. Þetta hefur eina sögu inn á milli. Það var þannig að við Ólöf vorum á Sláturhúsinu á Kópaskeri í fyrra og þar var presturinn sjálfur á Stekkjastöðum að skoða kjet. Og hún var svo hrifin af þessu, hún er afskaplega raddfögur. Hún sagði, ég skal svei mér prófa þessa stemmu, það er stemma sem krakkarnir fóru með áðan upp í háa hamrinu, því að hún hefur þann sérstaklega mátt að hún getur svæft börn. Upp í háa hamrinu býr huldu kona, en maður fer við þetta, þá var þetta töfra áhrif á börn. Hún sagði, ég ætla að svei mér að prófa þetta því að þau hafa verið ansi erfið krakkarnir mínir að sofna. Svo fer hún heim og þegar helgin er liðin og hún kemur aftur og ég segi, hvernig gekk? Já, það gekk nú vel, ég fór með þetta og áður en að varði þá lá kallinn mín steinsofandi í bæinu. En krakkarnir vildu heyra meira. Og þá verðum við þetta einu sinni ennþá. Við hér enda verðum grín, eigir skilja sinni, allt á vinur heim til þín. Hjartans kveðju minni. Það sem eftir það er að heyra harmonikulag frá honum en okkar. Já, þá slipar hann út. Á meðan hann er að koma að ná hugreikki þá vil ég segja ykkur eina sögu. Það er fyrirbrigði sem heita tvennur. Tvennur, það er það þegar einn fær á sig vísu og svarar henni aftur í sama máta. Oftast í sama, með sama hætti.
Og hann Andrés Valberg sem þið hefum heilt talað hann var félagi okkar í Kvæðamannafélaginu Iðunni, hann var bílveikur og vildi þess vegna sitja alltaf í fremsta sæti og við vorum að fara yfir Sprengisand, voðalega holóttur vegur og vondur og bíllinn hossaði en Andrés sofnaði og hann sat þarna og hausinn hékk í beltinu og dinglaði til og þá segir Sveinn Jónsson Frosti sem var með fyrirtækið Frosta. Þá segir hann, sæll í belti sefur hann, sjáið hausinn dinglar. Bana kringlan bresta kann, brátt í kvörnum hringlar. En Andrés hann hrökk upp við þetta og heyrði síðustu hendingarnar og svarar leið. Ef að hausinn af mér fer ofan í gólfið skitið, hefur Sveinn minn hugsað sér að hirða honum vitið. Hvað getur frá fremstu vör? Með sett veitur í. Þetta flott. Það bara, ekki að taka hvernig væri að taka bara öxar við ána? Og svo hafið góða hafið. Stöngið undir hressilega. Öxar við ána, árdags í rjóma, upprísi þjóðlíf og skipist í sveit. Skjótum fána, skært flúðra hljóma, svundum á þingvart og hreistum og reið. Fram, fram, aldrei að víkja, fram, fram, bæði menn og þjóð. Tengist við að böndum, tökum saman höndum, stríðum vinnum orrið þjóð. Já. Öxar við ána, árdags í rjóma, upprísi þjóðlíf og skipist í sveit. Skjótum fána, skært flúðra hljóma, stundum á þingvöll og hreistum og reið. Fram, fram, aldrei að víkja, fram, fram, bæði menn og þjóð. Tengist við að böndum, tökum saman höndum, stríðum vinnum orrið þjóð. Og ég segi bara eina sögu inn á milli, áður við tökum að því að við höfum aldrei tíma. Og það líka Andrés Valberg, hann var afskaplega vinsæll hjá okkur, hann var svo fljótur að yrkja. Og svo var það Númi Þorbergsson sem allir kannast við, hérna sem er orðnir svolítið fullorðnir. Hann var þekktur dægurlaga textahöfundur, Númi Þorbergsson. Þeir voru með okkur í ferð suður yfir Sprengisand og þeir voru báðir orðnir matarlausir eða mötustuttir. Og ég átti nóg í mínum dalli, svo ég gaf þeim að éta og þeir settu skoramót og öðru en þeir voru alltaf að bítast, þessi kallar. Og síðan sprettur Númi á fætur og fer út á móti storminum bak við stein og Andrés þóttist nú vita hvað hann verið að gera. Og yrkir. Núma yndi ekki neitt, út í skyndi steigan, upp í vindinn, yfir strindið arkar greitt og upp í vindinn meigan. Og þegar nú þetta náttúrulega fara þakið af húsinu við þetta og þegar Númi kemur aftur þá er að heyra þessa vís og þá segir hann bara leið. Út úr bílnum Andrési steig öllu frá sér svifti, hljóp á bak við hús og meig og hægri fæti lyfti. Þetta er svona tvennur og það væri gaman ef að þið lumið á tvennum ef ég vildu stjóta þeim til mín því við erum að safna saman tvennum. Vísa sem að skotið á einn og hann fer tilbaka í sömu mynd. Það vil lága hægt. Þangað liggur beinn og breiður vegur, víða
hjartanlega. Ljúka þessari vöku á 2 stemmum. Við vorum að fara með aðra áðan. Við hér enda, takkið nú undir sko. Við hér enda verðum grín, vegir skilja að sinni, allt á vinur heim til þín. Hjartans kveðjur minni. Nú kunnið þetta og notið þetta heima. Og svo þessi stemmi fyrst og allir eiga að kunna því að hún er svo góð til þess að svæfa börn. Upp í háa hamrinum býr huldur kona, það veit enginn Íslendingur, annar en ég hve vel hún syngur. Þetta er alveg yndisleg stemma, hún er aðeins 3 tónar. Aðeins 3 tónar, en samt hefur hún þessi áhrif. Takk fyrir kvöldið, takk fyrir komuna.